Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Það fjölbreyttur þáttur framundan og við byrjum hann í Grindavík. Þar ein öflugasta stuðningssveit íþróttaliðs á landinu. Hún heitir Stinningskaldi og mætir á alla leiki karla og kvennaliðsins í knattspyrnu. Og stuðningurinn mikill því það sungið og trommað allt þar til dómarinn flautar leikinn af. Við kíktum í stúkuna Sjóðheitir á Stinningskalda. Lítið þögn hjá okkur. Það eiginlega ekki í minni orðabók. Þögn eiginlega ekki orð sem í minni orðabók. Góðar vinkonur í Reykjanesbæ fengu þá mögnuðu hugmynd í matarboði fyrir ári síðan að stofna fyrirtæki barnavöruleigu. Núna leigja þar út barnabílstóla og kerrur fyrir fólk sem í ferðahug með börnunum sínum. Ég hugsaði hver notar þetta? Svo þetta vinsælasta varan. Verkefnið Gróðurhús í grænum skóla áskorun og ævintýri hlaut hvatningaverðlaun Fræðsluráðs Reykjanesbæjar á dögunum. Við kíktum í þennan elsta leikskóla Reykjanesbæjar. Mín vildu til dæmis fá Parísarhjól núna, við gátum ekki alveg gert það. Kemur einhvern tíma seinna. Kannski. Tæknismiðja verður opnuð á Suðurnesjum í haust. Skrifað var undir samninga smiðjuna sem nefnist FabLab í Fjölbrautaskóla Suðurnesja í vikunni. Þá sá ég að það var pottur brotinn af því að það vantaði augljóslega eina hér í Reykjanesbæ. Heimahöfn varðskipsins Þórs verður í Njarðvík þegar lokið verður við að byggja viðlegukant fyrir skipið ásamt nauðsynlegum innviðum. Skrifað var undir viljayfirlýsingu á dögunum. Hvaða þýðingu mun þetta hafa fyrir svæði til dæmis? Þetta mun hafa, fyrir það eins og ég segi, ákveðið stolt fyrir svæðið í mínum huga, að þá mun það örugglega skapa störf. Stuðningsmannasveit Grindvíkinga í knattspyrnu, Stinningskaldi, hefur heldur betur vakið athygli á þessu tímabili, en elstu menn muna ekki annað eins. Piltarnir eru mættir í stúkuna þegar flautað til leiks og þeir syngja stanslaust allan leikinn. Staðan var tekin á þessum hresustrákum á heimaleik Grindvíkinga gegn Grönnunum úr Njarðvík, mánudaginn 22. maí. Friðrik Þór Sigurðsson einn forsprakka Stinningskalda. Hann fór yfir hvernig og hvenær þetta ævintýri hefði byrjað. Já, í raun byrjaði þetta svolítið með körfuboltaleikjamenn í playoffsina þegar Njarðvík til dæmis vann okkur 3-0 eða unn okkur 3-0 bara í playoffsinu. Byrjaði við eitthvað í stúkunni og svona og síðan sáu bara menn hvað það var gaman að vera í stúkunni og síðan allt í einu bara byrjuðum við fáum allt í einu bara símtal frá Hemma í Stakkavík og hvort við viljum ekki vera í sumar í stúkunni og við bara, jú, að sjálfsögðu. Og svo bara, sagan segir að þið séu bara allan tíma að syngja, þið eitthvað til í þessu? Já, það mikið til í því. Við hafum lítið þögn hjá okkur. Það eiginlega ekki í minni orðabók. Þögn eiginlega ekki orð sem í minni orðabók. Það læti allan tíman og við erum búin að koma með mjög góð lög alla leikmenn í liðinu líka við. Eins og áðan þið voruð að syngja Símon Tassapong, Suðurnesja eina von. Sérstaklega með þessu uppöldu, við finnum mest ást fyrir þeim, en síðan geggjað að fá þessa leikmenn eins og Guðjón og fleiri, og Óskar og svona, sem eru bara frábæri leikmenn og þessir uppöldu fá eðlilega mest ástina. Á hvað aldri hópurinn? Hvað er þetta gamli strákar? Þetta mest megnis frá 18 upp í 21-22, myndi ég segja. Við erum bara, þetta bara svona þeir sem eru að útskrifast úr framhaldsskóla. Já. Og ég man ekki eftir að sé nokkuð svona hérna á Íslandi. Manstu eftir öðrum en stuðningi? Ekki til dæmis lið í Lengjudeildinni, myndi ég segja. Lið í Lengjudeildinni hefur aldrei sennilega fengið eins mikið stuðning og Grindavíkar að fá. Og ég ekki viss það, en ég hugsa að Grindavík sé með stærstu stuðningsmannasveit í fótbolta á Íslandi bara í dag. Og jafnvel, ég veit ekki með einu, en allavega stærstu. Þið mættuð inn á Valsvöllum dag, þegar Grindavík vann Valsmenn, og það var bara eitt bara stuðningsmannalið í stúkunni? Rúmlega það. Við slátruðum stúkunni og slátruðum leiknum, þetta var ekki flókið. Þetta var bara 3-1, pappa, Óskar Örn bara frá miðju, takk fyrir. Ég hef ekki mikið meira að segja, en ég meina, við
áttum leikinn og stúkuna. Þetta var bara þvílík gleði sem að færa hérna og þvílík ánægja sem að fá frá fólkinu í Grindavík. Bara, fólk að koma upp á manni bara allstað, maður getur ekki farið í búðina og fólk bara að þakka manni fyrir að vera partur af liðinu líka við, sko. Það er einhver ástæða fyrir því að ég að tala við þig. Þú ert alltaf svona líder í þessu, ég meina hefur alltaf þú lengi fylgst með íþróttum, en hvenær poppaði þetta allt í upp í þér? Já, ég myndi segja að ég og Helgi værum svona stærstu tveir í þessu, allan að við erum tveir sem eru allan að reyna að bústa þetta mest áfram, Ása sem er á trommónum. Einhver segir að það sé líka alltaf að bara fjölga í hópnum, ekki alltaf að bætast nýr og nýr menn inn í þetta? Jú, alveg bara 100%, allir strákar í bænum eru bara að sjá hvað þetta er gaman og vilja vera með okkur, sko. En hvað með stelpunar, eru þær ekki velkomnar? Að sjálfsögðu, allar stelpur velkomnar. Og við erum líka að fara að mæta á kvennaleiki í sumar, það er engin fordómaður í því. Jónas Þórhallsson er af sumum kallaður guðfaðir grindvískrar knattspyrnu. Hann man tímana tvenna en man þó varla eftir öðrum með stuðningi og stuðningskaldi er að veita í dag. Jónas, hvað finnst þér um þessa nýju stuðningssveit hérna í Grindavík? Hún er bara alveg stórkostleg og bara á eftir að aukast, held ég. Er ekki nokkuð ljósti að þetta er eitthvað sem er þetta ekki lítill snjóbolti bara sem er byrjaður að rúlla og mun bara stekka og stekka? Jú, ég vona það. Ef liðunni gengur vel að þá á eftir að fjölga í þessum hóp og þeir eru mjög frjóir og skemmtilegir þessi strákar og eru alveg að í 90 mínútur, sko. Það er ekkert slegið það, þeir eru bara fullu allan tíman. En nú hefur þú verið kallaður, guðfaðir, bara fótbolta í Grindavík. Þú hefði viljað sjá þennan stuðning, þú hefur aldrei séð svona stuðning áður eða? Bara jafnvel ekki á Íslandi? Já, kannski ég segi það ekki. Það var nú góður stuðningur þegar við vorum að fara alveg í hæstu hæðir. Það var nú alveg 1500 manns á vellinu, sko. Já, það var ekki sungið allan tíman? Nei, ekki, það var ekki þessi stuðningur, sko, en þetta er alveg nýtt hjá okkur. Og já, bara til eftirbreytni, sko, fyrir mörg lið að fá svona flotta stuðning. Þú ert náttúrulega í stúkunni alltaf, ertu ekki farin að fylgja þeim jafnvel eftir og farin að syngja með bara? Já, ég kann nú ekki alveg textana, en svona, ég fann aðeins að þekkja textan með Óskari og eitthvað, jú, það verður gaman að bli að taka undir með þeim. Þú náttúrulega fylgst lengi með bara fótboltanum og þetta setur rosalega skemmtilegan blæ á leikinn eða ekki? Jú, þetta er alveg það sem hefur alltaf vantað að hafa eitthvað hljóð úr stúkunni, sko, að leikmenn finna að það er stuðningur og þannig er hann kominn og þeir finna þetta alveg og þetta er örvandi fyrir þá, sko. Þeir Haukur Einarsson, formaður knattspyrnudeildar MFG og Helgi Sigurðsson, þjálfari kallaliðsins, eru mjög ánægðir með stinningskaldan. Bara 12. maðurinn í liðinu. Og hvernig kom þetta til eiginlega? Friðrik lýsti þessu áðan en þetta er rosaleg stemning búin að myndast. Já, þetta er búið að vera svona smá vaxandi síðan við fórum að sæna sterka menn inn í liðið og þá fór að koma svona, maður fann að það lá í loftinu eitthvað meðbyr með okkur og svo hefur þetta bara vaxið síðan og þetta er orðið bara svakalegt í dag, sko. Ég meina, mætingin í stúkun er líka alltaf að verða betri og betri? Já, mér skilst það að verið 650 til 700 manns núna. Þannig að þetta er bara allt á uppleið hjá okkur. Inn með boltann! Inn með boltann! Inn með boltann! Já, heldur betur. Þeir eru búin að vera bara frábærir frá fyrsta degi sem þeir komu inn í þetta með okkur og eru bara okkur 12. og 13. maður og ég var einmitt að hrósa þeim fyrir leikinn að þetta gefur strákunum svo óbáslega mikið og bara stemningin sem er komin í kringum Grindavík allan að þeir sem þekkja vel til segja að þessi mörg ár síðan þetta hefur verið svona og vonandi heldur þetta bara og það er okkar að standa okkur inn á vellinum svo að fleiri bætist í hópinn og mér sýnist nú alltaf vera að bætast aðeins í hópinn en engin spurning, þeir gefa okkur enn ekstra kraft þegar til þarf. Þeir eru syngjandi allan tíman, ég man ekki eftir öðrum síðan í Íslandi. Nei. Manst þú, Nei, man heldur ekkert eftir. Ég er búinn að vera í nokkru liðum í Íslandi og þetta hefur aldrei verið svona og það er bara frábært fyrir Grindavík sem oft verið svona, hvað maður að segja, oft verið kritisera fyrir að vera ekki stemning í stúkunni og fáur á vellinum. Það er heldur betur fólk að vakna til lífsins og þessi stuðning sem maður segir gerir svo óbúslega mikið.
alltaf jákvæðu nótunum, syngjandi flotta söngva og bara, já, gefa okkar helling. Mikil gleði? Já, bara gleði og það er þetta sem þetta snýst. Það á að vera gleði kringum fótboltanum, maður á að gaman að þessu og þeir gera lífið okkar miklu skemmtilegra með þessu og það er líka frábært þegar við náum að gefa þeim sigur. Við skulum enda þetta innslag á einu fallegasta marki í sögu íslenskrar knattspyrnu en Óskar Örn Hauksson sett hann frá miðju í bikarleik á móti Val á Hlíðarenda. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Síðasta sumar varð spjall 3 vinkvenna úr Reykjanesbæ að viðskiptahugmynd og fyrirtæki Mínirent var til. Viðskiptamódeli gengur út á að leigja út allskyns barnavörur fyrir ferðafólk. Ásta Rós Árnadóttir sagði okkur frá fæðingu hugmyndarinnar. Við erum sem sagt 3 vinkonur úr Keflavík, æskuvinkonur, sem að fengum þessa hugmynd. Ég var enda búin að vera með þessa hugmynd í huganum í smá tíma. En síðasta sumar þá vorum við í mataklúbb og ef við vorum að ræða svona $1 million ideas, eins og við gerum stundum, og þá barst þessi hugmynd, eða bara hún á góma, sko, maður minn svona nefndi hann eiginlega að fyrrabræði, sagði hérna, já, Ásta var nú með geggjaða hugmynd í huganum að fara að leigja út barnavörur til ferðamanna af því að við höfum sérst ferðast svolítið með börnin okkar 2 og höfum nýtt okkur þetta erlendis að leigja bílstóla og rúm og kerrur og svoleiðis, eitthvað svona stórt sem erfitt að ferðast með og þannig. Og Marja og Ragga, vinkonur mínar 2 sem voru þarna, þær gripu þetta bara strax og ég held að mataklúbbinn hafi verið á örugglega laugardegi og á mánudeginum sóttum við kennitöluna, hún var komin bara þarna strax í vikunni og við bara rúlluðum að stað með þetta, hendum okkur í djúpulegina. Og hvenær voru þið byrjaðar með rekstur? Og hvað Sko, þið byrjuðu? Já, þetta var hann sumari sem að við ákveðum að henda okkur í þetta, ég held að það var í ágúst og það tók náttúrulega svolítið tíma, samt furðu stuttan tíma sko með að við vissum ekkert hvað vorum að gera en það tók hann einhverja örugglega 3 mánuði, við opnum 1. nóvember, þannig að já, þetta voru 3 mánuðir þar sem við vorum að undirbúa og fylla út alltaf pappir og sækjum allt sem þetta sækjum og verslun og lagerinn og náttúrulega útbúa heimasíðuna, það var mjög mikil vinna sem fólst í því og svo opnuðum við 1. nóvember fyrir bara opnum heimasíðuna og opnum fyrir bókanir og svo er þetta bara að rúlla í gang síðan þá. Og þið opnuðu hvar? Við opnuðum bara heimasíðuna minirent.is. Já, en hvar á lagerinn? Já, við vorum í bílskúrnum heim hjá mér til að vera með eina hillu og hvað vorum við með 2 kerrur og eitthvað svona byrjuðum bara mjög lítið sko. En nú vorum við komin með yfir 50 kerrur og örugglega svipað í bílstólum og það er búin að stækka mjög hratt. Það er komið rúmlega hálft ár síðan við opnuðum. Og hvað eru þið ekki á ykkar, þriðja stað síðan við opnuðum? Jú, við byrjuðum í bílskúrnum hjá mér og svo fórum við upp á Ásbrú, fengum lítið rými þar til leigu sem voru ykkurir milli 30-40 fermetrar eitthvað svoleiðis. Vorum þar í Það endist ekki mjög lengi sko, við heldum að vera í 3 mánuði áður en að það var sprungið utan á okkur og þá fluttum við hingað á Hólmbergsbrautina. Hvenær fluttuð þið hingað inn? Það var 1. apríl, minnir mig, já, þannig að mánaðamótin mars-apríl. Og já, við erum svona langleiðin að komna með að fara að springa þetta utan á okkur líka. Þetta líka? Þannig að þegar ásamali ber upp þá verður þið komin bara búin að byggja skemmur? Já, komum bara vöruhús og þetta gengið bara mjög vel, vonum framar og bara komið okkur mikið óvart hvað við fengið bara góðar undirtektir og sérstaklega frá Íslendingum sko, það kom okkur svolítið óvart. Já, þið áttu vona að þetta væri mest stílað inn á útlendinga, túrista? Já, það var svona hugmyndin sko, að það væri svona fyrir þá svo að þeir slippu við að burðast með bílstólan og kerrurnar og allt þetta hingað sko. Já, þið áttu vona því að þeir væri sömu vandamálum og þið voru þegar þið fóruð. Og en svo hefur þetta verið, sko fyrstu mánuðina voru þetta 80% Íslendingar sem voru að leigja hjá okkur af því að við erum með sem sagt
svona ferðavörur eins og litlar ferðakerrur sem passi handfarangur og alls konar svona sniðugt fyrir sólarlöndin, viftur til að klemma á kerrurnar og ferðatöskur og kerrutöskur, alls konar sem að Íslendingarnir hafa verið að nota alveg bara mjög mikið sko. Þannig að þeir á leiðinni til Tene, allir Íslendingar fara til Tene og þá koma þær við því ykkur. Þið áttu ekki von á þessu? Ekki að það er svona stór partur sko. Og það hefur eiginlega verið stærsti parturinn hingað. Þetta er svona aðeins byrja að jafnast út núna eftir því sem að sumarið nálgast. Og þannig að það er aðeins fara að aukast í að útlendingarnir eru að koma. Þetta er orðið kannski svona 60-40 núna. En þetta, til að byrja með voru þetta bara langmest Íslendingar sko. Og þetta er mjög vinsælt hjá þeim sem að koma okkur bara skemmtilega óvart. Og ekki líka ömmur og svoleiðir sem að fá börnin sín og þá barnabörnin að þau leigja það af ykkur? Já, fólk sem að býr erlendis og er að koma heim í heimsókn til foreldra með börnin sín. Ömmurnar og afarnir að taka á móti, yfir jól og páska og sumarfrí og svona. Og þannig að ömmurnar eru mikið að heyra í okkur og fá lánaða bílstóla bílstóla og kerrur og svoleiðis og rúm og þannig að það hefur verið að nýtast í það líka sko, sem er bara mjög gaman. María Sigurborg Kaspersma sýndi okkur hvaða vörur eru vinsælastar og sagði okkur líka frá hvernig vöruúrvalið hefur aukist eftir að það hófu reksturinn. María. Já. Ok, sýndi mér eitthvað af þessum flottu vörum sem bjóðu upp á. Það sýna ferðakerrun okkar. Þetta er jójókerran. Er þetta svona ykkar heitasta vara? Þessi og Silver Cross eru vinsælustu vörurnar. Og það er af því að þær passa sko í handfarangurshól flugvéla. Já. Það er auðvitað að taka hana með. Það þarf ekki að halda barninu úr flugvélinu allavega að töskunum. Þetta er svona handtakt og fer bara í svona þægilegan poka og annað. Þannig að ég sé fyrir mér að heldur betur. Þannig að staðins að vera að burðast með þetta og reykja ekki að hvað sem að býr þá bara leia þetta er briljant. Svo er það Silver Cross, hún er líka bara, hún bara passar í handfarangurshól flugvéla líka. Hún er bara, Og hver er munurinn á Silver Cross og barnið sefur betur þá þarna eða eitthvað? Reyndar fer bakið á þessari kerru alveg niður. Ekki alveg á jójó, en þú veist, hún fer alveg mikið niður. Ef ég verið með eldra barn myndi ég taka jójó, ef ég verið með yngra barn myndi ég taka Silver Cross. En þessar tvær eru svona langvinsælastar. Silver Cross, var þetta ekki gamli barnavagnin bara sem að börnin voru látin sofa í? Já. Já, þetta er svona meiri, Já. Svo bara, þú veist, þú komin í flugvélina, þarftu að setja hana niður saman. Bara hérna. Bara svona. Quiz bam búm. Yes. Og veit, þetta er svona típisk vara ekki sem að ykkur dætti ekki til hug þegar þið byrjuðu með þetta. Er það ekki rétt? Jú, Ásta var með svona. Og ég hugsaði, hver notar þetta? Svo er þetta vinsælasta varan. Þú veist, að því leið komin í 30 stiga hita, ertu bara, Það er mitt. Nákvæmlega. Þetta er mjög snögt. Ragnhildur Inga Rudolfsdóttir sýndi okkur hvað er sérstakt við barnabílstólana sem Mínirend leigir. Ragnhildur, segðu mér þú veist, hvað er sérstakt við þennan bílastól akkurat? Þessi bílstóll, hann er alveg fyrir bara 0 til 4 ára. Þannig að þú getur verið með unga barn og þú getur líka verið með svona eldri börn, alveg upp í 4 ára. Ef ég man rétt frá mínum barningnar árum, þá var þessi stóll upp á þessum aldri og svo kollakvöldi. Þannig að þegar þú ert að koma kannski með 2 börn, þú ert kannski með barn sem er 10 mánaða og annar barn sem er 2 ára, getur bara tekið 2 svona alveg eins og það er bara fyrir bæði aldur. Og bara það að burðast með þetta heiman með allan töskunum og allt, það er nú bara voðalega þægilegt að fá þetta bara afhent. Já, svo erum við að setja bílstólana í bílana líka. Við setjum þá, festum þá í bílana og svo þegar þú skilar þá tökum við bílstólana úr bílnum, þannig að það er ekkert vesen. Við sjáum bara allt í veseni. Ekki nema að einhver Íslendingur sé á leiðinni til Tene. Hafið ekkert að leigja þessa hafið líka komið fyrir? Okay. Já, það eru sumir að leigja svona bílstóla til að fara erlendis og þá erum við með þessa töskur hér. Já. Og þú þarft sko, ef þú ætlar að leigja svona bílstól hjá okkur, þá þarftu að vera með svona tösku yfir. Já. Af því við viljum hlífa fyrir höggi og svona alls konar frá bílstólunum. En þetta er auðvitað aðalega hugsað fyrir erlenda túristarna sem eru að koma með börnin sín. Já, svona aðalega. Og svona líka Íslendingarnir sem eru að koma heim. Já, einmitt, líka. Eru hérna í fríi ömmur og afar sem eru að ná
í börnin sín, barnabörnin í leikskólanum og... Þannig að börnunum væntanlega líður alveg maxi kósí, þetta alveg bara... Já, segðu, við keyptum þetta ekki ástæðalausu. Nákvæmlega. Það kósí. En síðan líka það sem mest geggjað við þennan bílstól. Já, ég hef ekki séð þetta. Já, sætt. Hann, þú veist, hann fer... Séð þetta fyrir mér. Hann getur verið sem sagt bakvísandi og framvísandi. Já, þannig ef það bara grátur og frekki og eitthvað, bara snúa hann bara við. Þetta brilljant. Já, bara geggjað. Þannig að þetta fyrir 0 til 4 ára, en svo erum við auðvitað með líka ungbarna bílstóla. Fyrir því bara allra yngstu. Já. Og það base og eins og þetta hérna. Þetta ungbarna bílstólarnir. Já, þetta svona þetta típiska sem maður þekkir. Já. Og Ásta lokar svo innslaginu á að segja okkur hvar vinkonarnar sjá fyrirtæki fyrir sér eftir 3 ár. Sko, draumurinn okkar í fyrsta lagi að vera í húsnæði sem göngufæri við flugstöðina. Þannig að við erum svona með augun opin fyrir einhverju rými upp í flugstöðu eða þannig við flugstöðina. Þannig að fólk geti bara í rauninni labbað yfir til okkar og sótt sér bílstól eða kerru eða hvað sem er. Og svo náttúrulega okkar stærsti vandi núna að við erum ekki með opið á nóttunni og það er náttúrulega mikið af fólki sem að lenda nóttu til og þarf kannski bílstól og þú ert ekki að fara að bíða upp í flugstöðu í einhverja klukkutíma eftir að við opnum. Þannig okkur langar að vera með skápa þar sem fólk getur bara sótt og skilað utan opnunatíma. Þannig það svona draumurinn. Svo erum við náttúrulega með stórar hugmyndir hverju við getum bætt við úrvali hjá okkur og svona. Þannig að það ýmislegt í vændum hjá mínir end. Hvatningarverðlaun Fræðsluráðs Reykjanesbæjar verða nú veitt í 15. sinn, en þau eru veitt ár hvert fyrir skólastarf eða skólaþróunarverkefni sem að þykja skara fram úr í skólanum okkar. Tilgangur verðlaunanna að hvetja til nýsköpunar og þróunar í skólastarfi og má tilnefna þróunar og nýbreytni verkefni hvaðina sem unnið hefur verið að á yfirstandandi skólaári. Sú nýbreytni var höfð á fyrirkomulagi hvatningarverðlaunanna í ár að óskað var eftir einni tilnefningu frá hverjum skóla. Sumir fóru þá leið að kjósa þau verkefni sem til greina komu innan skólansins og voru dæmi að það væru kringum 10 verkefni í slíku forvali. Það sýnir hversu frjó og öflug þróun fer fram í skólanum okkar. Nú, ljóst að eitt verkefni bar sigur úr býtum, það hefur þó verið venjan hér á þessum vettvangi að þó að eitt verkefni sé sigurvegari, það eru einnig að nefna það verkefni eða þau verkefni sem urðu næst stigahæst. Að þessu sinni voru 3 verkefni sem voru jöfn í næst flestu stigunum. Og þessi 3 verkefni verða nú lesin upp og vilja biðja fulltrúa þeirra að koma hér upp og þiggja viðurkenningaskjal og blóm frá okkur. Og þessi verkefni eru fjármálafræðsla í 10. bekk Njarðvíkurskóli Yngvi Þór Geirsson. Næsta verkefni sem hlaut næst flestu stigin fær hér viðurkenningaskjal og rennblauð blóm frá okkur. Verkefnið Nýheimar, námsúrræði fyrir börn á flótta Háaleitiskóli, Helena Bjarndís Bjarnadóttir og Friðþjófur Helgi Karlsson. Þriðja verkefnið sem hlaut næst flest stig var jóga og núvitund í vettvangsferðum leikskólinn Gimli, Sigurbjörg Eydís Gunnarsdóttir. Og að lokum þá það verkefni sem vann hvatningarverðlaun Reykjanesbæjar fyrir árið 2023. En verkefni sem vann verkefni Gróðurhús í grænum skóla áskorun og ævintýri, leikskóli Tjarnasel, unnið að græna teymi skólans, auk leikskólabarna, kennara og matráða. Leikskólinn Tjarnasel hefur verið að þróa þetta verkefni frá árinu 2013 og tengist að öllum grunnþáttum menntunar í aðalnámskrá leikskóla. Markmið verkefnisins snýr að því að tengja saman grunnþætti útináms með áherslu á sjálfsprottin leik, sköpun, hreyfingu og sjálfbærni.
Garðurinn sem hefur verið skapaður á leikskólanum er þriðji kennarinn í námi barnanna þar sem allir vinna saman að bætingu umhverfis leikskólans. Nýlega hefur verið bætt við gróðurhúsinu Bambahúsi sem er sérstaklega hannað fyrir börnin, en geta má þess að leikskólinn hefur 7 sinnum fengið úthlutað grænfánanum fyrir sjálfbærni í garðinum og í forræktun blóma og grænmetis. Tjarnasel hefur tekið þátt í Erasmus-verkefni með landvernd árin 2019-2021, hefur gefið út handbók sem nefnist Garðurinn okkar útinámi í leikskóla árið 2017, sett upplýsingar verkefnið á fésbókarsíðu leikskólans auk mynda og ljósmynda. Leikskólinn hefur auk þess framkvæmt starfsmannakannanir sem sýna aukna starfsánægju og tekið reglulega á móti kennarahópum annars staðar frá til fræðslu verkefnið. Verkefni Tjarnasels tengist menntastefnu Reykjanesbæjar, barnasáttmálanum og heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem liggja til grundvallar náminu í garðinu. Við óskum leikskólanum Tjarnasel innilega til hamingju ásamt grænateymi skólans, verkefnastjóra garðsins, þeim Fanneyju M. Jósefsdóttir, Önnu M. Kærnested, Þóreyju Óladóttir og Árdísi Hrönn Jónsdóttir leikskólastjóra innilega til hamingju með frábært verkefni. Þetta er viðbótarverkefni sem að fjölskyldan og foreldrar barnanna hérna í leikskóla, starfsmenn og börn hafa unnið að í nokkur ár og hverju ári bætum við eitthvað við. Í fyrra bætum við þetta gróðurhús, það er það sem við fengum verðlaun núna fyrir, það sem við erum að gera hér, auka sjálfbærni og kenna börnunum hvernig á að rækta fá fræi til matar. Og er alltaf miklu skemmtilegra fyrir þau að grænmeti sem að rækta sjálfur, það er miklu betra á bragðið heldur en annað grænmeti og tilbúin að smakka og prófa. Kynnast fjölbreyttum tegundum og líka bara sjá blóm verða til á fræi og náttúrulega allt sem við erum með hérna. Þetta byrjar allt einhvers þar. Hvað eru þið búin að vera að gera núna síðasta áratuginn í garðinum ykkar og hvernig hefur þetta verkefni verið að þróast? Frá malbyggi til náttúru eiginlega. Já, svolítið svoleiðis. Þetta segja það. Þetta byrjaði 2013 frá fórum á stað. Já, þá byrjuðum við með að vera með inni hugmyndavinnu. Foreldrar og börn komu saman og kennarar og voru að vinna við hugmyndavinnu. Hvernig þið myndi vilja hafa í garðinum okkar og hvað viljið þið sjá í garðinum okkar. Og svo, það var byrjunarpunkturinn. Svo fengum við okkur verkefnastjóra. Hann Georg og Salka. Hann var hollendingur og hann dó fyrir nokkur ár síðan. Þau hjálptu okkur náttúrulega rosalega mikið og voru náttúrulega bara með okkur alveg í þessu frá fyrsta. Já, kom okkur á bragði með þessa hugmynd. Að vera stað og svona. Og svo að fara til hennar, hún var heimsótt núna. Já, hún var heimsferð núna og við fórum alltaf til Amsterdam. Á sínu tíma. Með honum Georg og hjóliðinu og skoðuðum útisvæði, fengum fyrst af flottum hugmyndum. Það er með eins og Georgsbrunnin okkar sem við gerðum eins og honum dreifus. Það er svona brunnir hérna sem látir vatn renna eftir rennu í sandkassan sem er bara... Já. Og svo bara að setja svo náttúrulegt umhverfi, að setja stóra steina og setja meira gras og hóla og hafa þetta svolítið náttúrulegt og svona líka bara þessar áskorunir sem svo góða fyrir börn. Læra á. Hvernig hefur þetta verið að þróast hjá okkur? Er bara tekin fundur á vori, hvað ætlum við að gera í sumar? Hvernig hafið þið verið að vinna þetta? Við byrjum á að vinna með börnunum og sérstnum bara hver með sinn hóp og spjallaðum að þau eru svo meðvituð hvað þetta að gera þó þessu stundu með háar hugmyndir. Mín vildu til dæmis fá Parísarhjól núna, við gátum ekki alveg gert allt. Kemur ekkert seinna. Kannski. En það byrjar alltaf þar. Hjá grassrótinni, hjá börnunum, hvað þau æski eftir og svo er bara lagt á ráðin og fengnar hugmyndi foreldrar og líka duglegir núna heima fyrir og komið með útprentaði myndir sem fjölskyldana hefur verið að skoða saman. Hvað var hægt að gera? Svo spyrja það bara. Við setjum alltaf upp hugmyndaveggi þannig að fólk sér hugmyndir sem við erum búin að prenta út myndir og fólk bætir við bara, bæði starfsfólk og kennarar og börn. Og foreldrar. Já, foreldrar með börnunum sín. Algjörlega. Mjög skemmtilegt sko. Og börnin er að taka vel í þetta? Alla nýjunguna sem birtast í garðinu? Já, og meðveitu að því að þau garðinu okkar er svona fínn að því við erum svo dugleg. Já. Og þá líka verður þetta garðurinn okkar, fjölskyldunar, barnanna og þá göngum við líka betur það.
Við eigum þetta saman. Þetta svona sameiginlegt verkefni sem allir... Samfélagsverkefni sem gengur bara nokkuð vel. Útrúlega búið að gera með. Og það svo skemmtilegt þegar við erum með vinnudag, þá koma jafnvel börn sem voru hérna með foreldrum sínum. Og vilja fá að koma aftur og jafnvel bara ein og jafnvel afar og ömmur Já, pappinn kom lengi vel. Já, lengi vel þótt að barnið væri hætt, Þú veist, þetta og skoða hvort þetta sé ekki í lagi og þú veist, þetta verður einhvern veginn svona okkar. Þetta verður bara Og þessi dagar eru bara, þessi vinnudagar í gennum tíðina verður bara eins og galdur. Það er hér alltaf lífi, allir eru með verkfæri og allir að sýsla eitthvað. Hvað voru margir núna síðast? Það voru 180 manns sem mættu. Bara ótrúlegur fjöldi. Svo gerum við alls konar málum kofan þarna, flugun, neti, Þetta er bæði viðhald og svo nýtt. Já, það er svona ýmislegt gert á þessum degi. Og 180 manns getur gert miklu meira heldur 20. Já. En fáið þið síðan þrið með þetta? Eru einhver svarti sauður að læðast þetta inn og gera ykkur óleik? Því miður að þar garðurinn að vera læstur á sumri, sem okkur finnst leiðilegt. Af því að þá hefur gengið svolítið bæði á trjágróður og annað slíkt ef það hefur opið. Og svona skilið eftir svona óæskilega hluti. Já. Og við erum náttúrulega miðsvæði svo. Já, eftir svona partí í bænum, það er gott að koma. En eftir sem við erum búin að vera lengur kannski með svona, þá eru þessar kynslóðir að vaxa upp og þær kannski bara læra það að þetta er þeirra verk. Já, nákvæmlega. Það er það sem við svolítið bindum vonið við að þetta sé svona dreifist þetta. Já, ég kom í þetta á sunnudegi og það hefur verið krakkar hérna inni sem er bara klifrað yfir, sem er oft í lagi, er ekkert. En það segja, við ætlum að ganga vel þetta er garðurinn okkar. Þú veist, þá er þetta gamli nemendur sem eru á kannski 10 ára. Svo þetta er svona samfélagsverkefni sem að vonandi lifir áfram og þróast í fleiri skóla út bæjarfélagi. Það væri skemmtilegt. Líka bara, við fundum svo mikið mun á leiknum úti eftir að við tókum úti svo í gegn. Leikurinn breyttist og það var bara minni þörf fyrir bara tilbúið leikarnir. Þau bara undur sér svo vel í þessu sem var búið að gera og í umhverfinu. Þannig að það er rosalega mikið ágóður fyrir alla. Já. Og verkefni náttúrulega að fara að dreifast því að við fáum mikið heimsóknum. Bæði, þú veist, bara utan á landi, úr Reykjavík og allstaðar. Og erlendis. Já, sem verður að skoða garðinn og þannig að hefur undið upp á sig nú þegar og verið að fólk finnst þetta skemmtilegt. Fólki finnst svo frábært að sjá og sé og trúri þetta er hægt. Og með litlum tilkostnaði því að við erum að fá bara gefins vörubretti og strigan utan á tjaldið og ýmislegt bara... Snæri og net og bara margir sem koma að þessu sem að... Og við finnum fullt af svona afsögðu timbri hérna frá verslun og alls konar. Það er bara frábært. Já. Margir að leggja ykkur lið. Margir að leggja ykkur lið, já. Og það hefur alltaf verið... Og var líka hérna, kom einhver með tré einhver tíma, þú veist, fólk bara, Trjásmynd. Já, og okkur hefur fært blóm til þess að setja niður og bæði inni og alls konar og, Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Samningur og samstarfsyfirlýsing FabLab-smiðju á Suðurnesjum voru undirrituð í vikunni. FabLab eru stafrænar smiðjur sem gefa fólki og fyrirtækjum tækifæri til að þjálfa sköpunargáfuna og hrinda hugmyndu sínum í framkvæmd með því að hanna, móta og framleiða hluti með aðstoð stafrænnar tækni. FabLab á Suðurnesjum verður 12. smiðjan til að opna hér á landi. Að samningnum koma Háskóla, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið, Mennta- og barnamálaráðuneytið, Fjölbrautaskóli Suðurnesja, Reykjanesbær og Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum. Auk samningsaðila koma fjölmargir aðilar að verkefninu en að samstarfsyfirlýsingunni koma auk samningsaðila
Suðurnesjabær, Grindavíkurbær, Sveitarfélagið Vogar, Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, Fyrst Tekniskóli Íslands, Þekkingarsetur Suðurnesja og Keilir, Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs. Áslaug Arna, þetta eitthvað sem að þú ert búin að vera að nefna allt nokkrum sinnum við okkur, FabLab. Nú komið að þessu. Já, loksins. Ég ótrúlega glöð að vera hérna í dag og vera þátttakandi í þessu. Þegar ég mætti inn í nýsköpunarráðuneytið og var að skoða hvaða aðgengi landsbyggðin hefði að svona samningum stafrænar smiðjur, gögn og tæki og tól sem koma með FabLabum, að þá sá ég að það var pottur brotinn af því að það vantaði augljóslega eina hér í Reykjanesbæ. Og þess vegna setti ég það snemma á dagskrá og því ótrúlega glöð að þetta sé komið núna í þannig farveg að það sé hægt að byrja. Hver reynslan af þessu? Nú þetta komið upp á nokkrum stöðum. Reynslan ótrúlega góð. Sérstaklega sem samfélagið allt nýtir FabLabið og við erum að sjá það að það hafa ótrúlegustu nýsköpunarverkefni sprottið upp frá FabLabum. Verkefni sem að verða stór fyrirtæki í dag meðal annars, en ekki síst líka bara til að vekja áhugann og svona færnina í ýmsum stafrænum málum sem mikil þörf verður á gagnvart færni þörf framtíðarinnar. Og við sjáum það að þetta aðgengi að svona getur bæði auðgað atvinnulíf og fyrirtæki, getur aukið áhuga ungs fólks á ákveðnum greinum og þeir geta fundið áhuga sínum farveg, en ekki síst líka bara frumkvöðlar, ungt fólk, eldra fólk getur komið og prófað hlutina og prófað hugmyndir sínar og sjá hvort það sé hægt að láta þær verða veruleika. Þannig að við erum að tala stafræna smiðju fyrir alla, ekki bara nemendur í fjölbrautaskólanum eða einhver ákveðna aðila. Nei, það finnst mér ótrúlega mikilvægt. Það var tekið ákvörðun að hún var byggð hér við og það gert víða, ekki allstaðar, en hún þarf að vera opin öllu samfélaginu. Af því að þá fyrst sjáum við hvernig við getum hámarkað nýtingu FabLaba og hvernig samfélagin geta nýtt þetta í sína þágu til þess að búa til fleiri tækifæri á þessu svæði. Og vissilega þörf hér á þessu svæði þar sem mikil gróska og mikil uppbygging framöndan. Já, hérna held ég að sé verið að leggja áherslu á fjölbreyttari atvinnutækifæri. Að við séum að búa til spennandi fyrirtæki með hálauna störfum sem oft eru tengd tækni og nýsköpun með einhverjum hætti og þá FabLab ótrúlega góður grunnur bæði þá fyrir yngri krakkan okkar að við séum að stækka heiminn þeirra og hugmyndir en ekki síst líka fyrir alltaf kröftuga fólk sem hér býr að það hafi aðgengi að þessum tækjum og tólum til að láta hugmyndir sína verða veruleika og svona ýta undir fjölbreytt atvinnulíf á þessu svæði. Ásmundur, FabLab til eitthvað íslenskt orðið verið það? Já, það hefur notað orðið tæknismiðja og þetta auðvitað bara hugsað þannig að á þennan stað geti allir leitað í samfélaginu sem að vilji rækta áfram og þroska hugmyndir eða reyna að fá hugmyndir, vinna með þær áfram vegna þess að nám á að vera alltaf allstaðar. Við eigum ekki að klára nám þegar við ljúkum formlega skólagöngu, við eigum að læra meðan við lifum og FabLabið á að geta tryggt það og opnað dyr menntakerfisins fyrir ólíka hópa til þess að vinna áfram með sína styrkleika. Gott að tengja þetta við menntastofnun eins og fjölbrautaskóla? Já, ég held að það sé mjög gott að hafa þetta tengt við menntastofnun eins og þessa, en leið þurfa þeir sem hér eru að passa sig að þetta verði opið öllum og sé með tengingar og rætur inn í sem flesta hópa og ólíka geira og þess vegna svo mikið ánægjuefni hvað eru margir hérna í dag, ekki bara skólarnir, heldur líka forsvarsmenn sveitarfélaga, þingmenn, samband sveitarfélaga og svo framvegis vegna þess að það verður aldrei meiri dýnamík í þessu heldur en að við tryggjum að þetta verði opið fyrir, skulum við segja. Og reynslan hingað til góð? Já, við sjáum það bara allstað þar sem hafa verið sett upp svona FabLab að þetta verður dýnamískur suðupunktur og við heyrðum nú nokkrar dæmisögur hér í dag af verkefni sem hafa orðið til í svona FabLab og það hugsunin og byrja snemma og að byrja snemma að opna þetta fyrir yngstu skólastigunum en leið hafa þetta opið fyrir þá sem að telja sig svona hafa lokið skólagöngu. Þannig að ég skora bara á þig að þegar FabLabið verður komið að taktu spjallið heim í stofu og mætiði þú og frúin og vinniði skemmtilegar hugmyndir. Þannig á FabLabið að vera. Þannig verður að dýnamískur suðupunktur. Kristján, þetta hlýtur að vera ánægjuleg viðbót við starfsemina hérna í Fjölbrautaskóla Suðurnesja að opna FabLab?
vissulega það. Þetta bara mjög stór stund fyrir okkur og ég vona að nemendur taki þessu fagnandi. Þannig við höfum svo sem verið með lítinn vísi að svona teknísmiði eða Fab Lab og þetta verður til mikill að bóta. Mun þetta verða nemendum í skólanum, hafa þeir aðgengi að þessu sem sagt? Já, þetta verður opið bæði fyrir nemendur hjá okkur og líka grunnskólana. Síðan það líka opið fyrir þá sem eru íbúar á svæðinu og vilja sækja hingað. Við munum reyna að bjóða upp á áfanga. Það sem að nemendur geta sem sagt verið bara í áfanga í þessu, nýsköpun og því. Bjarklín, þú kemur til með að stýra Fab Labinu. Hvað með praktíska hluti? Hvenær verður þetta opnað og hvernig mun þetta ganga fyrir sig? Já, ég kem að undirbúningi og stofnun og setja þetta af stað, svo ráðum við verkefnastjóra mjög líklega í haust og þetta gengur bara ljómandi vel. Við erum komið mjög fína aðstöðu í FS og erum bara átt okkur á hvernig við viljum hafa útlitið, erum með hönnu með okkur og vitum svona hvaða tæki og tól og húsgögn og annað við þurfum að kaupa til að láta þetta verða veruleika. Hvað er þetta stórt og er þetta svolítið frjálslegt, get ég sagt, að varðandi húsgögn og svoleiðis? Við erum bara mjög praktískt í þessu. Við kaupum nú örugglega eitthvað frá IKEA til dæmis og þetta er 110 fermetra svæði eða húsnæði og þannig að við reynum líka að vera með þetta þannig að við getum að þetta þróast auðvitað eitthvað með tímanum, þannig að sé smá svigrum innan svæðisins að gera breytingar og færa til og slíkt. Hvað verður þetta opið svona daglega eða langt fram á kvöld eða? Nei, við byrjum örugglega fyrst að vera með opið virkadaga, bara þennan venjulega skólatíma, líklegast kannski eitthvað aðeins seinna eða svona fram að miðdaginn, en við þurfum eiginlega bara að sjá til hvort að við höfum opið á kvöldin eða helgar. Við munum ekki gera það fyrst og það er þannig, fólk segir okkur frá því sem eru frá öðrum smiðjum að nýsköpunaraðilar, frumkvöðlar og aðrir, þeir vilja oft nýta smiðina að degi til, ekkert endilega að koma kvöldin til að vinna. Þannig að við þurfum bara svolítið að þróa þetta, en þetta verður opið öllum. Það er aðalmálið. Nú verður að tala nýsköpun, Kristján, sem tengist mjög mikið Fab Labum. Hvernig skólinn að nálgast nýsköpun? Er ykkur fög sem að tengjast því beint eða? Það í rafmagni. Rafmagni hefur mikið verið að nýta sér þetta. Og það voru til dæmis nemendur fyrir starfslaupið. Þeir komu og skönnuðu mynd af mér inn, þrívídaprentuðu, þannig að ég hef nátt að hafa hana með bara til þess að lofa mönnum að sjá. Þannig að þeir útbjuggu þannig styttu, þannig að það vonandi svona vísir að því að það áhugi hjá nemendum fyrir þessu. Þarna verður líka aðstaða fyrir hljóðblöndun, tónlist og annað, smá klefi, þannig að það ekki bara eitthvað teknilegs eðlis, heldur geta menn komið og sinnt svona tónlist og öðru. Geta þá aðilar út í bæ komið og unnið að verkefnu? Já, það algjörlega, ekki spurningu sko. Og það stundu þannig með frumkvöðlana, þeir eru í einhverjar hugmyndavinnu, þau eru svo prótótæp af vörunni, þá geta þau komið til okkar og framleitt. Þannig að þeir eru björnsýn með þetta? Já, þetta mjög skemmtilegt og bara virkilega vel tekið undir í samfélaginu. Það eru bara bæði grunnskólakennarar, aðri kennarar, starfsmenn, sveitafélag hafa áhuga á þessu. Þannig að við erum komið með vettvangi til að vinna saman. Það að kvikna líka held ég sé áhugi í grunnskólanum fyrir þessu. Þannig að það hjálpa bara til þegar þeir nemendur fara að koma hingað að þá gengur þetta upp. Skiptir máli náttúrulega að það alltaf að tala að það þurfi að gera atvinnulífi á Suðurnesjum fjölbreyttara, þannig þetta svona einn liður í því. Já, tvímælalaust. Ekki spurningu, það væri alveg þegar framleiða stundir, væri gaman að fá stuðning og samvinnu í gegnum valin fyrirtæki að koma með ráðgjöf og jafnvel námskeið fyrir ákveðna hópa til að tengja þarna hvað fyrirtækin eru raunverulega að gera, með hvað tækni þau eru að vinna að tengja þetta saman. Það er langtíma markmið. Það eru sprotafyrirtæki á svæðinu sem að geta alveg komið inn og unnið að sínum hugmyndum og annað. Ég held að það sé ekki allir sem gerir sér grein fyrir því að það
svona þessi vísir til staðar. Vilja yfirlýsingum uppbyggingu á framtíðar aðstöðu fyrir skipaflota Landhelgisgæslunnar í Njarðvíkurhöfn var undirrituð af dómsmálaráðherra, fulltrúa Landhelgisgæslunnar og Reykjaneshafnar á Marriott hótelinu í Reykjanesbæ. Jón Gunnarsson, dómsmálaráðherra, segir að sé að ræða framtíðarlaust fyrir skipaflota Gæslunnar og að eftir það bil 2 til 3 ár verði skipaútgerð hennar alfarið flutt í Njarðvíkurhöfn en Gæslan fagnar aldarafmæli í júní 2026. Getur sagt að þetta sé mikilvægur áfangi og stór dagur hérna, það sem að það sem þú varst að kynna? Já, við erum búin að vera núna í undirbúningsvinnu að þessum degi í það bil ár og frá því ég setti ákveðin samstarfshóp í gang í samvinnu við ykkur hér suður frá og nú niðurstaðan komin hvernig þetta þarf að líta út, hvað þarf að liggja til grundvallar og sem allir eru sáttir við og fullir tilhlökkuna með. Þannig að nú þarf bara að klára þessa viðbóta fjármögnun sem að þessu fylgir fyrir rekstur Gæslunnar sem í raun mjög lágar upphæðir í stóra samhenginu. Þannig að það ekki að vera neinn fyrirstaða og þannig að menn eiga að geta haldið áfram á fullum krafti núna. Leistu strax vel á þessa hugmynd svona þegar hún kom fyrst? Já, mér leist mjög vel á hana og hún í raun hluti af þessari stefnumótun sem að við settum í gangi í ráðuneytinu þegar ég kom þar inn að flytja líka þessi opinberu störf út fyrir höfuðborgarsvæðið. Og það var tekin ákvörðun á sínu tíma að fara með annað varðskipið norður í land og það var mjög góð ákvörðun sem var tekin það öfluga skip og þá á að hitt að vera hérna megin á landinu og Njarðvíkurhöfn alveg kjörinn staður fyrir Landhelgisgæsluna. Það allir sammála það að þessi staðsetning mikið góð. Eitthvað þegar að skrifa undir vilja yfirlýsingu í dag, getið spurt eitthvað ljón í veginum á næstunni eða þarf þetta bara að taka sinn tíma og hvenær mun þetta klárast þá? Já, sko, hafnaframkvæmdirnar sjálfur sér inn á samgönguáætlun og hún nú að koma fram ný núna og við höfum eftir að sjá hver staðan þar en þær eru í undirbúningi. Það auðvitað stóra atriði í þessu og því fylgir síðan þá þessi aðstaða sem að Gæslan þarf og allir eru sáttir að byggja og hvernig það verður útfært. Og þannig að ég sé engin stór ljón í veginu fyrir því að þessi viljayfirlýsing þar sem að allir aðilar eru búin að koma sér saman hvernig þessu verður best fyrir komið og annað en að þetta muni bara halda áfram og klárast og við vorum nú að rifja það upp hér inni áðan að 2026 í júní á Gæslan 100 ára afmæli og við erum að vonast til þess og það ekkert sem bendir til annars en að þá ætti þessi aðstaða og flutningur að hafa þegar átt sér stað. Og þið voruð að nefna hér í kynninguna að þetta gríðarlega góð staðsetting út frá ýmsum atriðum, öryggismálum og fleira. Já, það alveg ljóst. Ég meina, hér erum við nú bara með rétt fyrir, getum við sagt í túnfætinum hjá ykkur, erum við með eitt hættulegasta hafsvæði í heimi og það einmitt mjög mikilvægt að Landhelgisgæslan með sínum öfluga skipakosti geti brugðist við þar. Þannig að þetta mun líka stytta siglingaleið fyrir Gæsluna og þannig verður til ákveðin sparnaður í rekstri og það hagkvæmni þegar kemur að viðbragði sem að krefst hraða og slíkt. Þannig að staðsetningin alveg óumdeild mjög góð fyrir þessa starfsemi. Auðun Kristjánsson hjá Landhelgisgæslunni segist fagna þessari ákvörðun og verði mikil bylting og eitt skrefið í að efla starfsemi Gæslunnar. Þetta verður algjör bylting fyrir okkur og þetta svona enn eitt skrefið það búið að gera heilmikið fyrir Gæsluna á síðustu árum. Við erum með 2 mjög öflug skip, við erum með 3 mjög öfluga þyrlur. Halldór Karl Hermannsson, hafnarstjóri í Reykjanesbæ, segist afar ánægður með að þessi áfangi sé nú að komast í höfn. Hugmyndin hafi fyrst komið upp fyrir 5 árum síðan. Hafnarstjórinn hlýtur að vera ánægður með þennan skemmtilega áfanga. Já, það ekki hægt að segja annað. Við erum búin að vera að vinna að þessu máli undanfarin ár og má eiginlega segja að grunnurinn sé fyrir 5 árum síðan þegar
hugmyndina vöknuðu eiginlega fyrst að vinna þetta á þennan hátt sem við erum að birta það í dag. Hvernig kviknaði þessi hugmynd? Hugmyndin kviknaði eiginlega þannig að stjórn Hafnarinnar á því kjörtímabili í 2018 var að vinna stefnumótum fyrir hafnarmannvirki Hafnarinnar og spá í hvað þeir getur gert betur og hvernig þeir sæju þróunina fyrir sér. Og eitt af því sem menn sáu var að menn þurfa að setja út skjólgarð við Njarðvíkurhöfn til að auka öryggi og viðlegu möguleika Hafnarinnar. Þegar við vorum svona að vinna þetta þá þurftum við eiga töluvert samskipti við Landhelgisgæsluna og við urðum varir við það að þeir voru svolítið á hrakhólum hjá Faxaflóahöfnum og við fórum og teiknuðum bara inn möguleika fyrir þá í tengslum við þannig skjólvarnargarð. Og við sáum þetta smettpassaði, plús það að okkur finnst að vera ákveðin upphefð að fá að hafa skip gæslunnar hjá okkur og þá starfsemi sem þar er. Þannig við lögðum bara spilin á borðið og hingað erum komnir. Getur lýst fyrir okkur í stuttu máli svona hvað verður gert þarna? Það sem verður gert er að við setjum út skjólvarnargarð fyrir núverandi hafnarmannvirki í Njarðvík. Inn á þennan skjólvarnargarð munum við byggja viðlegukant sem að mun hýsa þá skipakost gæsluna sem á að vera hér á Suðurlandi. Í tengslum við það þá verður byggt upp aðstöðuhús og önnur aðstæði í kringum það svo að þeir geti verið með alla þá starfsemi sem er þurfa til þess að sinna þessum þáttum í sinni starfsemi á einum stað. Og hvernig ganga peningamál og praktísk atriði í þessu? Þessi framkvæmd er inn á samgönguáætlun sem gerir það verkum að ríkissjóður leggur til ákveðin hluta. Við erum svo að taka samtali það hvernig staði verður að fjármögnun mismunarins og tekjum í kringum það. Og þetta er alltaf stemma? Að sjálfsögðu, þetta er alltaf stemma. Við erum með Excel og við náum alltaf réttir útkomu í Excel. Hvaða þýðingu mun þetta hafa fyrir svæði til dæmis? Þetta mun hafa, fyrir það eins og ég segi, ákveðið stolt fyrir svæðið í mínum huga, að þá mun það örugglega skapa störf. Bæði beinstörf því að með árunum miðað við það sem hann er sagt að þá mun væntanlega fleiri Suðurnesjamenn verða starfsmenn viðkomandi skipa. Plús það að þessi skip þurfa þjónustu og það mun gera það verkum að þjónustuaðilar á svæðinu mun njóta góðs af. Skipasmíðastöð Njarðvíkur er að byggja stærri þurrkví. Já. Og hvernig koma þeir inn í þetta fyrirtæki? Það er sama sem gerðist þar að þegar stjórnin ákvað að setja eða vinna því að setja út þennan skjólvarnargarð þá sáu stjórnendur skipasmíðastöðunnar tækifæri. Þeir sjá að ef þeir reynir ekki að fylgjast með þróuninu og geta þjónustað þau skip sem er að bætast í skipaflota landsins sem eru sístækkandi að þá liggur bara leiðin niður á við og þessir aðilar eru ekki þannig gerðir að þeir sætti sig við það. Þannig að þeir sáu sér leik á borði og eru að undirbúa það að geta sett niður þurrkví þarna sem að gæti verið að taka til starfa sveipa leyti og gæslan verið að fá sína aðstöðu afhenta. Þannig að þetta verður bylting í rauninni á þessu sviði, þjónustu? Algjörlega, ekki bara hér á svæðinu, heldur fyrir landið allt og í framhaldinu hafa menn séð það að á þessu svæði gæti þróast upp mikil þekking í bæði iðngreinum og tölvuiðnaði vegna þess að eitt skip í fiskiskipaflotanum dag, þetta er ekki bara bátur með veiðarfæri, þetta er í raun og veru hugbúnaðar aðstaða því að þeir gera ekkert í dag nema að hafa fullkominn tölvubúnað og svæðið í kringum skipasmíðastöðina, Landhelgisgæsluna og Njarðvíkurhöfn gæti orðið gróskumikið á komandi árum á þessu sviði með tengingu hugsanlega við menntastofnanir og svæðin eins og Fjölbrautaskólann. Nú er verið að tala einhverja tímalínu, 2 til 3 ár. Hvað gerist svona næst í þessum máli? Það næsta sem gerist í þessu máli að við munum fara á stað með útboð með haustinu þar sem að við munum bjóða út dýpkun á svæðinu. Í framhaldi af því getum við séð fyrir okkur að það sé að ganga upp með komandi vori á næsta ári
að þá þarf að vinna því að koma úr skjólgarðinum og þegar hann komið vel á veg þá fara menn að vinna undirbúningi viðlegukantsins. Þannig að eins og sagt í lok árs 2025, byrjun árs 2026 ætti þetta alltaf vera komið. Varðandi þessa aðstöðu í Njarðvík, hvernig gengur með fjármögnun á þessu og hver verðmiðin í rauninni, hvað mun þetta kosta og hverjir að fara að borga þetta? Þegar upp í staðið þá borgar þeir sem að nota á einn eða annan hátt. Við erum með þessa framkvæmd inn á samgönguáætlun sem gerir það verkum að ríkissjóður leggur til 60% af fjármagninu beint. Annað byggt upp á þjónustutekjum á einn eða annan hátt. Þannig að við erum að taka 40% beint og þann hluta erum við búin að fá lánsloforð fyrir. Við eigum því miður ekki eigið fyrir það, en við erum búin að lánsloforð fyrir því, en þó að sé ekki mjög kræsilegur fjármálamarkaður í dag, að þá vonum til að hann lægist aðeins á þessum næstu 3 árum sem við erum að vinna þetta. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út vikulegt héraðsfréttablað sem dreift frítt öll Suðurnesin og að sjálfsögðu aðgengilegt ókeypis á netinu. Við erum líka með nýjar fréttir á Víkurfrétta vefnum alla daga vikunar og nýjar golffréttir. Nú golftímabilið í fullum gangi og ferskar golffréttir á kylfingur alla daga vikunar sömu leiðis. Við þiggjum ábendingar gott efni í okkar miðla, sendið endilega hugmyndir á vaffef@vaffef.is. Þið eruð að fylgjast með okkur á netinu og þannig staðan í dag og við vonum að þið njótið þáttarins. Við þökkum fyrir það sinni. Verið sæl.